Rúnar 3-0 sigur til Þrótti, það tók alveg fram í seinni hálfleikinn að brjóta þá niður, hvernig svona myndir þú þetta? Já, þeir voru bara óbúslega vel skipulagðir, spiluðu 5-4-1 og voru rosalega þéttir og við áttum erfitt með að svona brjóta þá baka aftur og skapa færi. Við áttum nú kannski 2-3 ágætisfæri og þeir áttu ágætisupplöp inn á milli og við þurftum að passa okkur á þeim og þeir gáðu okkur bara mjög góða leik, sérstaklega í fyrra leik, en svona kannski eftir fyrsta markið okkar þá held ég að þetta hef aldrei verið nein spurning. En samt að þeir gáðu sig ekki upp, vörðust áfram vel og fóru svona bæta í sóknina. Þeir áttu ágætisupplöp í stöðunni 2-0 reyndar, en kannski sem betur vera þá héldum við bara aftur að þeim og náðum að passa boltann vel og landa þessu þægilega. Hvað fannst þér svona vanta upp á í fyrra leik? Það vantar kannski örlítið meiri hlaup, þetta er óbúslega þröngt og erfitt að spila í gegnum svona þéttan varnarmúr og ferstan og liðinu þeirra var óbúslega góð. Og svona fyrsta snertingin í okkur var ekki nægilega góð þannig að við menn þurftum að taka snerting nr. 2 til að koma boltann fyrir sig og þá var kannski alveg seint að fara að senda hann í góðar stöður þannig að við kannski vantaði svona smá meiri svona fíneri, meiri svona smá betri móttökur og fyrstu snertingur þannig að svona það var örlítið of hægt til að geta brotið á baka aftur. Léttir þegar fyrsta markið kemur? Já, vissulega. Ég meina við förum inn í hálfleikinn með 0-0 og bikarleikir eru alltaf hafa margar sögur oft og hver leikur en sem betur fer þá skorar Kenny gott mark og kemur okkur yfir og það svona létta aðeins á okkur og þá náðum við að spila aðeins betur og þeir þurftu að koma aðeins framar og opnuðust aðeins meiri svæði og þá fannst mér við svona stýra þessu nokkuð þægilega. Hvað ertu svona ánægður með það eftir leik? Ég ánægður með að halda hreinu, skora 3 mörk, engin spjöld og engin meiðsli og við náðum að hvíla leikmenn og ungir leikmenn að fá tækifæri, Rúrik og Krummi, strákar sem að æfa óbúslega vel með okkur, eru hér á öllum æfingum og eru bara hluti af þessum hóp og mikilvægt fyrir okkur að geta gefið þeim leik. Þeir klára allan leikinn, Hrafn og Rúrik, ánægð með það? Mjög ánægður. Þetta er náttúrulega smá svona byrjun örðuleikar hjá, smá stress og aðeins hærra tempó og maður bara sá hversu góður þeir eru leið og svona við komum yfir þá sér maður meira, þá róast þeir aðeins niður og náðu að spila sinn leik miklu betur heldur en kannski fram að fyrsta markinu en við gerum margar góða hluti og sem er erfitt fyrir þá að það er langt síðan þeir spilu leik síðast og það er engin vettvangur fyrir þá með þeirri varamenn og þess vegna kannski var svona rytminn þeirra ekki alveg kannski jafn góður á hinum en þeir stóðu svo báðir mjög vel og þeir sáum bara gæðin í þeim þegar að leiða leikinn. Gerir nokkra breytingar á milli leikja, bara örugglega að dreifa álagi og svona. Man tekur eftir þú breytir ekki markmann, hver er hugsunin þar? Já, við erum bara með nýjan markmann sem er ekki að spila neitt sérstaklega marga leiki, hann standi sig frábærlega og við vildum halda honum áfram í markinu og leyfa honum að fá tilfinninguna fyrir því að vinna leiki og standa þér aftur þessa vörn og stýrinni. Nú var hann með nýja vörn fyrir fram að sig og við ákváðum að láta Síminn bara spila aftur í dag. Er langt í að Aron Kristófer koma aftur í hópinn? Miðað við það fréttir sem við fengum úr leiknum og þá er þetta ekkert rosalega alvarlegt en hann er ennþá með einhver eymsli og hann þarf að losna við þau og hann er búinn að vera að hlaupa hér síðustu dag og styttist í að hann verði orðinn heill. Ef við spóla aðeins tilbaka í Keflavíkurleikinn, Luke Ray meðal ónotara varamanna, varstu ósáttur við hann í jöfnunarmarki KA? Já, vissuleyti, já, en það var ekki bara hann, það voru fleiri sem komu að því og hefði átt að hjálpa honum og við náttúrulega erum ósáttir til að fáum okkur mark og við getum alltaf fundið eitthvað sem hægt er að bæta en það er ekki að kenna honum einum það, við verðum að taka á því sem lið og allt liðið þetta fær sem miklu betur og einstaklega leikmenn hefur kannski hægt að hjálpa honum betur heldur en þetta gert var og þannig að við tökum þetta á okkur saman, þjálfarar og lið og þannig er þetta bara en breytir ekkert minni sín á hann og hans hæfileika. Spilaði það inn í að hann kom ekkert í sögu móti Keflavík? Nei, alls ekki. Leikurinn var bara þannig og okkur fannst endurinn svona síðustu 10-15 minn að vera þannig að við vildum ekkert vera að hrófla við neinu og breyta einhverju rytmið var fínn og við vorum með ágætis tök á hlutunum og þá vill bara ekki breyta, bara til að breyta og ekki vita svona þú veist, breyta rytmanum og mikið þannig að við viljum bara reyna að landa þessu með þeim leikmenn sem voru þeim tíma. Að lokum kemur til greina að henda byrjunarliðinu fyrir næsta leikinn á Twitter?
Nei, ég er ekki að Twitter, ég gerði það ekki. Hvað fannst þér þetta útspil hjá Óskari? Skildirðu hvað hann var að fara? Nei, ég skil það ekki, en þetta algjörlega frjálst. Ef hann vill gera þetta og þetta var kannski smá húmor í honum hjá honum líka með hvernig umtalið var eftir síst 2 leiki. Nei, ég væri ekki að fara að gera það, myndi aldrei gera það, en mér finnst það flott hjá honum og ég meina hann sýnir bara, hann er með breiðan og góðan hóp og góður fótboltamenn, hann treysti þeim og hann hræðist ekki það að menn viti hverju byrja inn á hjá honum því að oft snýst þetta kannski þitt eigin lið heldur en að einhverju aðrir viti hverju er að fara að spila. Takk.